Ágætu fundarmenn og kæru vinir. Ég hef ákveðið að taka hér til máls á milli dagskrárliða vegna ummæla sem féllu hér síðdegis í gær starf endurreisnarnefndar flokksins, sérstaklega formanns hennar. Eins og okkur kunnugt, þá lagði mikill fjöldi manna hart að sér í starfi þessara nefndar og landsfundurinn hefur þegar þakkað þessu fólki fyrir og samþykkt drög þau sem fyrir lágu að ályktun endurreisnarstarfið. Ég vil ítreka þakkir mínar til alls þessa fólks og ég hygg að þó að það sé þannig að í skýrslunni sé áreiðanlega margt sem að við skrifum ekki öll undir, að þá liggur núna fyrir samþykkt ályktun af hálfu landsfundarins þetta mál. Eigum við að ítreka þá afgreiðslu núna? Ágætu fundarmenn, ég vil líka segja það að mér þótti ummælin sem féllu í garð formanns nefndarinnar vera ómakleg og óverðskulduð. Vilhjálmur Egilsson var ráðinn framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins af stjórn samtakanna og ég get upplýst það að formaður stjórnarinnar, okkar ágæti félagi Ingimundur Sigurpálsson, sem ég hygg að sé hér landsfundarfulltrúi, leitaði til mín og ég gaf Vilhjálmi mín bestu meðmæli. Hann var þá ráðuneytisstjóri í sjávarútvegsráðuneytinu. Áður var hann einn af stjórnarmönnum hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum samkvæmt sérstakri ósk þáverandi forsætisráðherra á árinu 2003 vegna sérstakra vandamála sem uppkomu á þeim tíma. En fyrir þann tíma var hann einn af öflugustu og ötulustu þingmönnum Sjálfstæðisflokksins í 12 ár. Við Vilhjálmur höfum verið vinir og samstarfsmenn í mörg ár. Ég veit hvers hann megnugur og þess vegna var það ég sem leitaði til hans og bað hann að taka að sér þetta endurreisnarstarf formennskuna í þeirri nefnd sem að hann skilaði með sérstakri prýði eins og við vitum öll. Má ég fá að heyra hvort að fundurinn mér sammála? Takk ykkur kærlega fyrir.